Leiðinni heim með síðdegisútvarpinu. Nokkrir hafa stigið fram undanfarið og sagst ætla að gefa kost á sér í embætti forseta Íslands í kosningunum í vor. Eitt er Ari Jósefsson, 34 ára, sem að, hingað til hefur verið þekktastur fyrir vídeoblogg á YouTube. Hann er komin til okkar, vertu velkomin. Já, takk fyrir. Bara fyrst, hver er maðurinn? Hver er Ari Jósefsson og hver er þín saga? Hvað kemur þú? Já, Ari Jósefsson heiti ég og mín saga hún er löng. Ég er búin að vera eyða tímanum alltaf miklum í að ferðast og skoða heiminn og taka vídeo og setja inn á YouTube og svo var maður bara þekktur eftir það og alltaf í einhverju viðtölum og svona. En hvað, maður er nú ekkert að eyða tímanum í það að ferðast, er það ekki mikilvægt? Jú, það er mjög mikilvægt. Maður þarf að skoða heiminn og sjá mismuninn og allt svoleiðis. En ertu hérna úr Reykjavík? Já, ég er hérna í Reykjavík og fæddist hér. Og hefur verið að ferðast, hvað hefur verið að gera? Hefur verið að vinna erlendis? Ertu búin að vera að skoða heiminn? Ég er bara búin að vera að skoða heiminn, var náttúrulega að vinna alveg bara í fiskvinnslu og öllu þessu venjulega, þú veist, þessu típiska íslenska lífi. Og svo hef ég bara verið að ferðast og hef bara verið að, það hefur verið mín svona ástríða fyrir utan leiklist. Ég er mjög mikið í námskeiðum og sem er akkurat að fara að byrja núna í janúar, februar. Og hvað kemur til að þú ákveður að gefa kostaður í þetta embætti? Ég hugsaði núna í sumar og googlaði rosalega mikið og búin að vera að horfa mikið á YouTube og horfa hana Þóru Arnórs, sem vinnur hér einmitt. Já, og mér líst vel á hana. Hún er með svona málefnaleg og ég er búin að vera að skoða og kynna mér þetta svolítið og svo fór ég að hugsa, ég verð 35 ára núna 5. júní. Verður kjörgengur þá? Aha, og þá verður þetta svona afmælisgjöf Íslands, þú veist. Og svo ef ég verð kosin sem forseti, þá verður alltaf þessi 5. júní svona fagnaðarefni fyrir Ísland. En hvað langar þig að gera sem forseti? Hvað verkefni myndi þú svona leggja á svona einhvern veginn? Ég sem forseti, þá var ég náttúrulega maður fólksins og myndi hlusta alveg rosalega vel á það og ég myndi vera svona meira ekki svona eitthvað svona Ólafur er mjög fínn, en hann er svona alltaf svona stífur. Já, svona eins og stytta. Já, einmitt. Og ég vil frekar fá svona meira líf inn á Bessastaði, staðan fyrir eitthvað svona fake, þú veist, eins og margir eru, þú veist, það er allir eitthvað eins og að búa til eitthvað fyrirmynd sem er ekki til. En þú veist, út af því að við erum öll mannleg og þú veist, og mér vantar bara svona líf og einhvern forseta sem getur talað við unga fólkið og gamla fólkið og allt svoleiðis. Já, en að þú minnist á Ólaf Ragnar, þá sendir þú honum kveðju þegar hann 70 á YouTube, sagði ég? Já, ég gerði það. Söngst fyrir hann? Já, ég var í Indlandi þá. Já. Jú, ég var ekki indverskum búning. Þú varst að einhverjum búningi. Já. Þú endar það með að segja bara, ég elska þig. Já. Þegar hann ekki mammalið, ég elska þig. Hann er góður. Yrði hann einhvers konar fyrirmynd í embætti þrátt fyrir að þér þykja hann svolítið stífur? Hann er náttúrulega þetta er náttúrulega mjög góð fyrirmynd, sko. Þetta er mjög góð fyrirmynd og Vigdís og já, það er eiginlega þau tvö, sko. Já. Þau eru mjög
svona flott sko. En ef að til dæmis Ólafur hefði ákveðið að fara aftur fram, hefur þá bara leyft honum það? Hefur viljað takast á við hann? Nei, ég held að þetta sé alveg rétt það sem hann að gera núna. Út af því að hann komin á þann aldur og þú veist, þegar maður komin á þennan aldur, þá verður maður aðeins að fara að huga að lífinu sjálfu. Hann verður náttúrulega að fá að njóta þess að lifa líka eins og við Íslendingar. Þannig að þetta allt eins og þegar hinn var að fara að bjóða sig fram og dró sig tilbaka, ég bara misti andliti sko. Þú veist, hann var 70 og eitthvað ég samt ekkert á móti gömlu fólki, en mér finnst það bara allt og gamalt í þetta embætti út af því að svo núna svolítið erfiðir tímar, þú veist, það flóttamenn og að koma til Íslands og allt svona og við verðum náttúrulega að taka vel á móti því og við verðum að vera umburðarlynd og líka svolítið að eyða þessum fordómum sem í gangi bara, þú veist, í samfélaginu. Þú veist. Sér þú fyrir þér að forseti geti beitt sér í því? Já, ég held að. Hvað stendur í pólitík? Ég alveg hlutlaus þar. Þú veist, ég bara, þú veist, hlusta eiginlega bara ekkert á pólitík, sko, nema ég þurfi og eins og, ég meina, ég búin að vera að fylgja svolítið með því núna, sko, en, þú veist, ég veit alveg hvað að gerast í kringum okkur, sko, eins og hvað Bjarni Ben og Sigmundur og allt þetta lið, sko, ég kalla þetta bara lið. Og líka þetta alþingi, þetta orðið svo mikið steypa, sko. Það þarf að fara að gera einhverja aðeins svona harðari reglur. Meina, þetta eins og að, ef ég væri þarna, þetta væri eins og að vera inn á leikskóla, sko. Fólki bara gargandi á hvort annað og svo hún með bjöllina og það enginn að hlusta á eitt eða neitt og það bara allir að rífast. Og svo gerist ekki neitt. Út af því að tíminn fer bara í það að rífast svo allt bara, rífast hvað? Þú veist. Nú er talað með Ólafur Ragnar að breytt embættinu svolítið mikið og hann var svona fyrstu til að virkja málskotsréttinn og þess að það sérðu fyrir þér að þú myndir gera það í meiri mæli, myndir þú vísa málum til þjóðarinnar? Já, mér finnst þetta mjög góð spurning. Þetta það besta sem hann Óli hefur gert og eins og með iSave og allt þetta sko. Ég alveg búin að taka sko, þú veist svona anga það sem eru góðir hjá honum og veitir sig og allt það sko. Menna fólkið, þetta lýðræði, það á að vera lýðræði á þessu landi og maður á auðvitað að hlusta á fólki og leyfa fólkinu, þú veist, að ráða. En nú er stutt sem þú svona stígur fram á völlin og gefur kost á þér. Hvernig fer þetta af stað hjá þér? Ertu orðinn þekktur út á götu? Já, ég alveg orðinn þekktur og allt svona og tekur bara mjög vel. Og finnur fyrir stuðningi frá fólki? Ertu með, sumir tala bakland og öðru tala sína stuðningsmenn. Ertu komið með hópa bak við þig? Já, ég kom með hópa bak við mig. Alveg 12 manns, eða þú veist. Sem eru að vinna með þér eða hvað? Já. Og það leiklistarhópur minn. Og við ætlum að safna undirskriftum og þetta verður allt teipað og bara líka sýna svona fólki hvernig þetta fer fram og þú veist. Nú ég að fara bara í þetta svolítið svona blindandi en ég veit samt alveg hvað ég að gera. Þú veist, ég svona veit alveg, þú veist, þetta svo auðvelt embætti en þessar ákvarðanir eru erfiðar og þá líka gott að hafa fólkið, þjóðana og láta hana hjálpa sér.
Þannig að Hvað heldur að muni reynast þér erfiðast í embætti ef þú verður kosin? Erfiðast, þú veist, já, erfiðast. Það eru ferðalög sem ég myndi helst reyna að stoppa það, sko. Ég er búin að ferðast alveg nóg, sko. Og ég mun ferðast meira landið, en ef ég þarf að fara eitthvað erlendis, þú veist, að það myndi gerast eitthvað í Evrópu eða eitthvað svoleiðis, þá myndi ég kannski fara ef ég myndi neyðast þess, þú veist. Það er nú alltaf líka konungleg brúðkaup og ýmislegt sem að forsetinn sinnir. Já. Er það eitthvað sem að væri þess virði að ferðast fyrir? Ég er ekki mikið fyrir svona brúðkaupsveislur eða eitthvað svona, sko. Þannig að ég myndi ekki fara, sko, sem forseti. En ég myndi kannski óska hann til Hamingju bara. Já, mér finnst það bara alveg nóg, sko. Eins og þú segir, þú ertu búin að ferðast mikið. Hversu mikið ertu búin að ferðast? Nú ertu búin að, þetta er nú svona það sem þú hefur verið að gera bara síðustu ári. Já, og ég er búin að fara út allan heim. Já. Og búin að klára allt nema Suðurpólinn. Já. Allar heimsálfurnar komna nema Suðurskautslandið. Hvað var uppáhalds? Ástralía, það er fallega staðlandið. Alveg rosalega flott að keyra hérna og talandi Gold Coast, strandstaðin hérna, og Sydney, rosalega falleg og þrifaleg borg. Og já, þetta er mjög fallegt land, sko. Og ég elska kengúrur. Ég er rosalega mikil dýravinur. Ef ég fer eitthvað út, verð ég alltaf að fara í dýragarða. Þú veist, ef það er eitthvað svona sérstök dýr, eins og kengúru og koala, sem er ekki annar staðar nema bara í Ástralíu. Ég held að þetta sé ekki í neinum öðrum görðum. Ég held að þetta sé bara í Ástralíu sem kengúrur eru. Í eða þú veist, það er svona spítali þarna í Melbourne sem ég var í, já. Já, þannig að það er nóg framöndan í þér? Já. Stíf dagskrá og vinna? Já, stíf dagskrá og vinna og ég búin að vera að rita alveg bara helling og ég kemst alltaf að, sko, því að það Dynjaðu spurningarnar? Dynja, sko, spurningarnar, sko. Já. Já, mér langar svolítið líka að tala samt fólkið, þú veist, gamla fólkið og allt þetta, sko, þú veist, hvað er farið illa með, þú veist, gamla fólkið sem er búin að vera að vinna og byggja upp þetta land og svo bara eru við bara farnir að, þú veist, ekki segja við eða ríkisstjórnin eða hvað, þú veist, við erum bara farin að láta að borða tveggja gamla mat. Þetta er bara skömm. Þú veist, það þarf að grípa inn í þetta, sko. En hvernig sérðu fyrir þér að forsetinn geti gert það? Ég meina það hlýtur að vera hægt að skera niður eitthvað starf annar staðar. En hjá svona fólki sem er búin að vera að borga í lífeyrissjóði og allt þetta, sko. En þarna ertu nú að tala inn á svolítið pólitískar hlutur. Já, ég verð stundum að vera pólitískur, en ég ætla að reyna samt að vera ekki. Svona mannlegu forseti, taka þetta niður á stallinum, heyrist mér. Já. Já, einmitt það. Og ertu bjartsýnn? Já, ég er mjög bjartsýnn, sko. Ég líti á þetta sem sigur fyrir Íslendinga. Að stíga bara fram og yngsti forsetinn og bjóða sig fram og bara halló, þú veist, Ísland, við erum sigur vegarar. Það er málið. Einmitt það. Þakkuðu kærlega fyrir komuna. Ari Jósefsson, Aralíus, eins og reyndar heitir. Já, Samkvæmt þjóðskránni. Já, ég heiti Aralíus Gestur Jósefsson. Og Þetta er svolítið sérstakt nafn. Ertu svo einu á Íslandi? Já, ég er einu á Íslandi sem heitir Aralíus. Einmitt það. Við óskuðum bara góðs gengis við það sem framöndan er. Takk kærlega fyrir að koma til okkar. Já, takk.